Short Stories í Nýselandi langöki. 3. Ritarinn. Kafli 1 Gull. Fyrir löngu síðan var stórt konungsríki. Það var fullt af áhugaverðu fólki, dýrum og hlutum. Dag einn kom ritari inn í konungsríkið. Hann var klæddur í aðeins svart og hvítt. Hann leit út fyrir að vera mjög sterkur. Ritarinn kom að aðalbænum. Hann nam staðar á markaðstorginu. Hann vildi kaupa svolítið. Það var svolítið mjög sérstakt. Markaðstorgið var mjög stórt. Það var fullt af fólki. Það voru ýmsar vörur til sölu. Ritarinn gekk hægt yfir torgið. Hann fór beint að dimmuhorni á torginu. Þar fann hann kaupmann. Kaupmaðurinn var með óvenjulegt úrval af vörum. Ritarinn skoðaði vörurnar. Góðan daginn, kaupmaður, sagði hann. Get ég hjálpað þér, herra? Gæsalöpp. Ég er að leita að töfradrykk. Ert þú með eitthvað slíkt? Gæsalöpp. Töfradrykk. Nei, við erum ekki með neitt töfradrykk hér. Engan. Ritarinn horfði í augu kaupmannsins. Síðan sagði hann, ég held að þú vitir hvað ég vil. Gæsalöpp. Já, reyndar. Nú. Töfradrykk. Jæja. Hvers konar töfradrykk? Töfradrykk fyrir styrkleika. Gæsalöpp. Kaupmaðurinn horfði í kringum sig. Svo leit hann á ritarann. Ég er ekki með neitt hér. Það er ekki mikið til nú á dögum. Þessi. Skó. Vara sem ég þarf að búa til, það er erfitt að finna hana. Kaupmaðurinn þagnaði stund og horfði aftur í kringum sig. Síðan sagði hann, ég get búið eitthvað til handa þér, en það verður mjög dýrt. Gæsalöpp. Ég er með gull. Ég þarf 2 töfradrykki fyrir styrkleika. Hvað tekur það langan tíma? Gæsalöpp. Komdu tilbaka í kvöld. Þá verða þeir tilbúnir. Gæsalöpp. Ritarinn kinkaði kolli og gekk í burtu. Ritarinn gekk yfir torgið. Fólk horfði á hann. Það þekkti hann ekki. Samt var ritarinn frægur. Hann var óháður kappi. Hann hét Lars. Hann ferðaðist á milli konungsríkja. Hann barðist við marga menn. Hann barðist oft fyrir konunga. Lars fór yfir steinbrú. Þá sá hann kastalan. Hann var risastór og með háum veggjum. Lars kom að dyrum kastalans. 2 varðmenn stoppuðu hann þá. Hver ert þú? Spurði annar varðmannana. Ég heiti Lars. Ég vil hitta konunginn. Gæsalöpp. Þú getur það ekki. Farðu nú. Gæsalöpp. Lars leit á varðmanninn. Hann gekk nokkur skref aftur á bak. Hann lagði frá sér pókann sinn. Í pókanum voru margir óvenjulegir hlutir. Lars tók gamla rólu úr pókanum. Hann rétti varðmanninum hana. Sjáðu þessa rólu. Hún er frá konunginum, sagði Lars. Varðmaðurinn leit á rólluna. Hún leit út fyrir að vera embættisleg. Á henni var líka merki konungsins. Fínt er, sagði varðmaðurinn. Komdu inn. Gæsalöpp. Ritarinn hélt áfram. Hann gekk inn í stóran sal og beið. Salurinn var mjög stór og fallegur. Það voru nokkrir varðmenn þar. Þeir litu tortryggnislega á ritarann. Þeir vildu vita hvað hann væri að gera þarna. Stuttu seinna kom konungurinn inn. Hann hét Andur. Fötin hans voru öll purpuralituð. Purpuralitur var litur konunga. Hann var með gull á handleggjunum og hálsinn. Ert þú Lars? Spurði Andur konungur. Það er rétt, svaraði Lars. Lars rétti fram rólluna. Ég vil tala við þig. Komdu með mér, sagði konungurinn. Andur konungur og Lars fóru inn í minna herbergi. Þeir settust báðir niður. Konungurinn bauð Lars kaldan drykk. Lars tók við honum. Takk fyrir að koma, sagði konungurinn við Lars. Ég sé að þú hefur fengið skilaboðin. Gæsalöpp. Já, ég hef líka heyrt að þú þurfir hjálp. Gæsalöpp. Hvað hefur þú heyrt nákvæmlega? Gæsalöpp. Þú leitar að einhverjum til að bera farm af gulli. Það á að fara til bróður þíns, Arthurens. Þú þarft mann sem þú getur treyst. Ég er sá maður. Gæsalöpp. Konungurinn hugsaði í nokkrar mínútur. Loksins sagði hann, og af hverju ætti ég að treysta þér? Gæsalöpp. Ég hef hjálpað þér áður.
Ég svík þig ekki núna. Gæsalöpp. Stríð og gull eru ekki það sama. Og þetta er mikið gull. Gæsalöpp. Ég þarf ekki gull. Ég á gull. Gæsalöpp. Af hverju ertu þá hér? Gæsalöpp. Mér þykir gaman að ferðast og uppgötva nýja hluti. Gæsalöpp. Andur konungur hugsaði smástund. Hann var tortrygginn að sjá. Lars brosti. Eftir smástund sagði konungurinn, allt í lagi, Lars. Farðu með gullið til bróður míns. Ég segi varðmönnum mínum frá því. Gæsalöpp. Þakka þér fyrir, andur konungur. Gæsalöpp. Ekki þakka mér strax. Fyrst verð ég að heyra frá Arthur en að gullið sé komið. Þá færð þú gullið þitt. Gæsalöpp. Lars fór út úr kastalanum. Hann gekk yfir til varðmannana. Einn varðmannana kallaði, jæja, þú ert komin tilbaka. Við vorum að heyra þetta. Þú ætlar að fara með gullið til konungsríkis Arthurens. Gæsalöpp. Já. Gæsalöpp. Jæja, gangi þér vel, sagði varðmaðurinn hlæjandi. Það eru margar hættur á leiðinni. Þú kemst aldrei alla leið. Hinir varðmennirnir hlógu líka. Síðan varð varðmaðurinn alvarlegur. Menn, kallaði hann, gerið gullið tilbúið. Þeir fara á morgun. Gæsalöpp. Það var komið kvöld. Ritarinn fór aftur á markaðstorkið. Hann fann kaupmanninn. Ertu með töfradrykkina mína? Spurði hann. Já, hérna eru þeir. Það var ekki einfalt. Og það var mjög dýrt. Þetta kostar 6 gullpenninga. Gæsalöpp. Ritarinn leit hissa upp. Hann gaf honum gullið. Kaupmaðurinn rétti honum töfradrykkina. Takk fyrir, ágæti herra, sagði kaupmaðurinn. Hafðu það gott. Gæsalöpp. Ritarinn gekk einfaldlega í burtu. Daginn eftir komu 3 varðmenn til Lars. Þeir ætluðu að fara með ritaranum í ferðina. Þeir báru vopn. Þeir voru viðbúnir því að berjast ef nauðsyn krefði. Mennirnir 4 gengu að norðurveginum. Hann lá beint til konungsríkis Arthurens. Við veginn biðu hestarnir og gullið. Aðalvarðmaðurinn hét Alfreð. Hann sneri sér að Lars. Ertu tilbúinn? Spurði hann. Já, við getum farið. Gæsalöpp. Áður en við leggjum af stað, sagði Alfreð, þarf ég að segja þér. Svolítið. Við erum fremstu varðmenn konungsins. Við munum venda þig í ferðinni. En þetta gull er ekki þín eign. Ef þú reynir að taka það, drepum við þig. Gæsalöpp. Það er gott að vita það, sagði Lars og brosti. Alfreð horfði beint í augu Lars. Þetta er ekki í gamni. Ég segi, sannleikan. Gæsalöpp. Ég skil. Leggjum nú af stað. Gæsalöpp. Farmurinn af gulli var aftan í vagni. Lars horfði á pókana og brosti. Hestarnir fóru af stað. Hópurinn gekk hægt af stað. Kafli 1 upprifjun. Samantekt. Ritari, sem heitir Lars, fer til ríkis Andurs konungs. Hann fær 2 flöskur af töfradrykk fyrir styrkleika. Síðan fer hann í kastalan. Hann talar við konunginn. Konungurinn biður Lars að fara með gull til bróður síns. 3 varðmenn eiga að fara með ritaranum. Varðmennirnir eiga að passa gullið. Þeir munu drepa ritaran ef hann tekur gullið. Hópurinn leggur af stað í ferðina. Orðaforði. Konungsríki. N. Hægri svegi. Kingdom. Ítari. M. Hægri svegi. Kníkt. Nema staðar tóstokk tó haldt narkaðstork. N. Hægri svegi. Marketskvar. Uppmaður. M. Hægri svegi. Trater merkan döfradrykkur. M. Hægri svegi. Mæi potjón. Dagna stund tó fall silent fór af hei. Kinga kolli tó nót. Minna en appi. M. Hægri svegi. Hero varjor. Steinbrú. F. Hægri svegi. Stónbrítki. Vinstri svegi. Astali. M. Hægri svegi. Kastli. Jóki. M. Hægri svegi. Bag. Olla. F. Hægri svegi. Skroll. Embættislegur. Ati. Hægri svegi. Offihjal. Salur. M. Hægri svegi. Vinstri svegi. Largi. Róm. Ortrygnislega. Atf. Hægri svegi. Suspihjóusli. Jull. N. Hægri svegi. Gólt. Armur. M. Hægri svegi. Lóat gakjú. Reista tó trust. Svíkja tó betrai. Hætta. F. Hægri svegi.
Damger. Ef nauðsyn krefur til situation demands if necessary ekki af stað tósetó. Skilningsspurningar. Veljið aðeins eitt svar við hverri spurningu. 1. Lars klæddur í A. Svart og rautt. B. Svart og hvítt. C. Svart og blátt. D. Hvítt og rautt. 2. Lars kaupir A. Töfradrykk fyrir styrkleika. B. 2 töfradrykki fyrir styrkleika. C. Töfradrykk til að ná í gull. D. 2 töfradrykki til að ná í gull. 3. Við dyr kastalans talar Lars við A. Konunginn. B. Reiðan kaupmann. C. Bróður konungsins. D. Varðmann. 4. Lars og varðmennirnir bera A. 3 töfradrykki. B. Dýra töfradrykki. C. Farm af gulli. D. Varðmenn. 5. Hópurinn að fara A. Til óþekkt konungsríkis. B. Til ríkis bróður Andurs konungs. C. Til ríkis Andurs konungs. D. Á markaðstorg konungsríkisins. Kafli 2 ferðin. Lars og varðmennirnir fóru eftir norðurveginum. Á eftir þeim komu hestarnir og vagnin með gullinu. Eftir nokkra stund sagði Alfreð, aðalvarðmaðurinn, Lars, hvað að finna á leiðinni? Gæsalöpp. Þetta ekki auðveld leið. Hún mjög hættuleg, svaraði Lars. Svo hvað gerum við þá? Gæsalöpp. Nú, það eru hættulegir menn og dýr á þessum vegi. Ég mæli með að við forðumst þá. Við reynum að berjast ekki. Gæsalöpp. Ert þú mikill kappi, Lars? Gæsalöpp. Ég vel þekktur fyrir færni mína. Ég get barist mjög vel. Gæsalöpp. Ég vona það, sagði Alfreð. Þeir gengu áfram. Stuttu seinna fóru mennirnir 3 yfir stóra steinbrú. Hún var lík brúnni við kastala Andurs konungs. Lars, sagði Alfreð. Þessi brú mjög lík kastalabrúnni. Gæsalöpp. Já, þið byggðuð hana fyrir löngu síðan. Gæsalöpp. Byggði ég hana? Sagði Alfreð hissa. Reyndar ekki þú. Fólkið í landinu þínu. Það byggði hana fyrir löngu síðan. Það byggði hana af ástæðu. En ég segi þér ekki frá því núna. Gæsalöpp. Mennirnir fóru yfir brúna. Þá gengu þeir inn í stóran skóg. Hann var fullur af trjám. En þar voru engin dýr. Satt að segja var hann hljóðlaus. Af hverju ekkert hljóð í þessum skógi? Spurði Alfreð. Við í hljóðlausa skóginum. Hér engin dýr. Gæsalöpp. Af hverju ekki? Gæsalöpp. Fyrir löngu síðan var mikil orrusta hér. Hún var á milli Andurs konungs og bróður hans. Gæsalöpp. Alfreð var ungur. Hann vissi ekki orrustuna. Hann hélt að Andur konungur og Artur konungur treystu hvor öðrum. Þú lítur út fyrir að vera hissa, Alfreð, sagði Lars. Ég það, svaraði Alfreð. Af hverju? Spurði Lars. Ég hélt að bræðurnir 2 berðust aldrei. Gæsalöpp. Lars hló. Þannig, ég skil. Jæja, það gerðu þeir. En þetta var fyrir mörgum árum síðan. Lars þagnaði. Mennirnir gengu áfram. Það var mjög dimmt í hljóðlausa skóginum. Trén voru há. Það sást varla í dagsljós. Seinna spurði Alfreð, veist þú hvert við að fara, ritari? Já, ég hef komið hingað áður. Gæsalöpp. Hvenær? Spurði Alfreð. Fyrir löngu síðan. Lars hugsaði tilbaka. Hann mundi eftir orrustunni á milli Andurs konungs og Artur konungs. Þetta var ein af stærstu orrustum sögunar. Fyrir orrustuna hafði skógurinn heitið dýraskógur. En eftir orrustuna varð hann að hljóðlausa skóginum. Lars hélt áfram að tala. Þegar ég var yngri, barðist ég fyrir Andur konung. Ég var í orrustunni í þessum skógi. Gæsalöpp. Hver var ástæðan fyrir orrustunni? Gæsalöpp. Andur konungur byrjaði hana. Gæsalöpp. Og af hverju barðist hann við bróður sinn? Gæsalöpp. Andur konungur vildi uppsprettu í skóginum. Gæsalöpp. Lars gekk þegjandi í nokkrar mínútur. Alfreð þagði, en hann var að hugsa. Hann vildi vita meira orrustuna miklu. Hann hafði alltaf haldið að Andur konungur væri friðsamlegur konungur. Má ég spyrja þig að svolitlu, Lars? Gæsalöpp. Já. Gæsalöpp. Hvers konar uppspretta þetta nákvæmlega? Bítu og sjáðu, var allt sem Lars sagði. Lars og Alfreð þögðu í klukkutíma.
Hinir varðmennirnir töluðu hljóðlega af og til. Það var ekkert nema tré og þögn, ekkert annað. Loksins kom hópurinn að stöðuvatni. Við erum komnir, sagði ritarinn. Hvað er þetta? Gæsalöpp. Fyrir löngu síðan var þetta stöðuvatn uppspretta. Uppsprettan frá orustunni. Gæsalöpp. Já, gæsalöpp. Varðmennirnir og ritarinn gengu að vatninu. Loks talaði Lars. Fyrir löngu síðan var uppspretta hér. Það var ekki mikið vatn. Ekkert eins og þetta. En vatnið var upprunalega töfravatn. Ef þú drakkst af vatninu fékkst þú töfrakraft. Gæsalöpp. Hvers konar hæfileika? Spurði einn af varðmönnunum. Ef einhver drakk af vatninu var hann eða hún mjög sterkur. Gæsalöpp. Alfreð gerði hendurnar bollalaga. Hann drakk af vatninu. Það er venjulegt á bragðið, sagði hann. Auðvitað, sagði Lars. Þetta er venjulegt vatn núna. Það voru töfrar í því fyrir löngu síðan. Gæsalöpp. Alfreð þurrkaði hendurnar á sér og spurði, svo, hvað gerðist? Af hverju eru ekki töfrar í vatninu núna? Gæsalöpp. Lars leit á hann og byrjaði söguna. Bæði Andur og Artur en vildu hafa vald. Þeir hefðu gert hvað sem var til að fá það. Dag einn heyrðu þeir töfra uppsprettu. Uppsprettu sem gerði fólk sterkt. Samstundis vildu báðir konungarnir eignast hana. Þeir þeyttust út í skóginn. Þegar þeir mættust við uppsprettuna byrjaði orustan. Gæsalöpp. Hvað gerðu þeir? Spurði Alfreð. Báðir konungarnir kölluðu til hermennina sína. Orustan hélt áfram í marga daga, vikur og síðan mánuði. Það var ljót sjón. Í orustunni drukku menn eins mikið vatn og þeir gátu. Þeir vildu vera sterkir til að sigra. Þeir fengu hestana sína til að velta sér í því. Þeir gengu í gegnum það. Þeir böðuðu sig í því. Þeir tóku allt vatnið. Fljótlega varð vatnið fúlt. Það var ekki lengur hægt að nota það. Gæsalöpp. Hann leit á varðmennina. Eftir nokkurn tíma þotnaði uppsprettan upp. Það fór að rigna og stöðuvatnið varð til. En það var ekki töfravatn. Gæsalöpp. Alfreð horfði á hann. Svo töfravatnið var þar með allt búið. Gæsalöpp. Ekki alveg, svaraði Lars. Hann leit á Alfreð alvarlegum augum. Arturinn hafði geymt dálítið af töfravatninu. Og hann vissi leyndarmál. Það er hægt að búa til töfravatn. Til þess þarf upprunalegt töfravatn og tíma, en það er hægt. Gæsalöpp. Svo þetta er þá leyndarmálið. Punktur, 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 byrjaði Alfreð. Þetta er bara hluti af leyndarmálinu. Komið þið nú. Við skulum fara út úr þessum skógi. Gæsalöpp. Hópurinn hélt áfram leið sinni. Fljótlega voru þeir komnir út úr skóginum. Sólin skein. Trén voru ekki eins há. Þeir fengu fallega sýn yfir landslagið. Hvar erum við? Spurði Alfreð. Við erum næstum því komnir að kastala Arturens. Það er gott að við lentum ekki í neinum hættum. Gæsalöpp. Alfreð horfði á hann. Eru virkilega hættur í þessum skógi? Gæsalöpp. Lars leit tilbaka. Já. Af hverju heldurðu að við höfum ferðast að degi til? Þær birtast oftast að nóttu til. Gæsalöpp. Af hverju sagðir þú mér ekki frá því? Gæsalöpp. Ég hélt að þú myndir þá ekki koma, sagði Lars. Hann hló. Síðan sagði hann, allt í lagi. Áfram. Gæsalöpp. Hópurinn sá fljótlega bæ. Í honum var stór kastali. Varðmennirnir höfðu aldrei áður komið í annað konungsríki. Erum við komnir? Spurði Alfreð. Já, þetta er konungsríkið. Og þetta er kastali Arturens. Við förum þangað með gullið. Gæsalöpp. Alfreð hikaði. Lars, byrjaði hann. Það er svolítið sem ég hef ekki spurt þig um. Punktur, punktur, Gæsalöpp. Hvað þá? Gæsalöpp. Til hvers er þetta gull? Er það skattur? Gæsalöpp. Andur konungur tapaði orustunni í hljóðlausa skóginum. Hann þarf þess vegna að borga bróður sínum með gulli á 5 ára fresti. Gæsalöpp. Hvers vegna borgar hann? Geta þeir ekki samið frið? Gæsalöpp. Þeir hafa samið frið, en Arturinn á svolítið sem Andur konungur á ekki. Andur þarf að kaupa það. Gæsalöpp. Alfreð leit hissa á Lars. Hvað er þetta sem Arturinn á? Gæsalöpp. Meira töfravatn. Andur kaupir það til þess að gleðja fólkið sitt.
Það notar það til að búa til töfradrykki fyrir styrkleika. Eins og þessa töfradrykki hérna. Lars tók fram töfradrykkina sem hann hafði keypt. Ég hef heyrt töfradrykkina. Virka þeir í raun og veru? Gæsalöpp. Þeir virka, sagði Lars. Hann setti töfradrykkina aftur á sinn stað og leit á Alfreð. En þeir virka aðeins ef þeir eru gerðir úr alvöru töfravatni. Komdu nú. Það er kominn tími til að fara. Gæsalöpp. Kafli 2 upprifjun. Samantekt. Lars og varðmenn Andurs konungs hefja ferð sína. Á leiðinni segir ritarinn sögu. Andur barðist við bróður sinn Arthúren í mikilli orustu. Það var barist uppsprettu með töfravatni. Töfravatnið veitti fólki styrkleika. Í orustunni glataðist vatnið, en Arthúren konungur var ennþá með töfravatn. Hann hefur verið að selja Anduri konungi það. Andur er að senda gull til að borga fyrir töfravatn. Orðaforði. Næla með tórekomend. Orðast tóavoid. Ætni. F. Hægri svigi. Skill. Ístæða. F. Hægri svigi. Reason. Ljóðlaus. Ati. Hægri svigi. Silent. Stæra en rusta. F. Hægri svigi. Batli. Uppspretta. F. Hægri svigi. Fóndæn. Stæra en eiga tó sei noting, tó be silent. Ljóðlega. Atf. Hægri svigi. Kýetli. Upprunalega. Atf. Hægri svigi. Originally, tó start off with. Öfrakraftur. M. Hægri svigi. Mæi povers. Dólalaga. Ati. Hægri svigi. Sé uppið. Beitast tó rasse, tó mófi veri kíkli hermaður. M. Hægri svigi. Soldir. Velta sér tó róll. Ljótlega. Atf. Hægri svigi. Són, befur longúl. Ati. Hægri svigi. Fúl. Dotna upp tó dríu. Eindarmál. En. Hægri svigi. Sekret. Upprunalegur. Ati. Hægri svigi. Original skína tó sín. Ika tó hesitate, tó paus. Skattur. M. Hægri svigi. Tax. Semja tó aðre neyjúteat. Riður. M. Hægri svigi. Peyase. Skilningsspurningar. Veljið aðeins eitt svar við hverri spurningu. 6. Ritarinn Lars. 7. Þekkir leiðina í konungsríki Arthúrens B. Þekkir ekki leiðina í konungsríki Arthúrens C. Spyr leiðina í konungsríki Arthúrens D. Villist á leiðinni í konungsríki Arthúrens á leiðinni í konungsríki Arthúrens. 3 varðmenn og Lars eru. B. 2 varðmenn og Lars eru. C. 1 varðmaður og Lars eru. D. Lars er 1. 8. Í hljóðlausa skóginum. Hefur aldrei nokkuð gerst. B. Var bardagi milli tveggja bræðra. C. Var óþekkt stríð. D. Eru mörg dýr. 9. Uppsprettan í hljóðlausa skóginum. Er ennþá til. B. Hefur aldrei verið til. C. Er nú horfin. D. Var alltaf stöðuvatn. 10. Eftir að mennirnir koma út úr hljóðlausa skóginum. Tekur við annar skógur. B. Sér hópurinn sjóinn. C. Ákveður hópurinn að snúa aftur til konungsríkis Andurs konungs. D. Sér hópurinn konungsríki Arthúrens konungs. Lars, Alfreð. Kafli 3 leyndarmálið. Og varðmennirnir gengu í áttina að kastala Arthúrens konungs. Hvernig komumst við inn í kastalan? Spurði Alfreð. Framdyrnar, sagði Lars og skellihló. Svo leit hann á Alfreð skrýhnum augum. Alfreð horfði þegjandi á hann. Eitthvað er ekki rétt, hugsaði Alfreð. Hópurinn gekk í gegnum sveitina. Þar voru mörg tré og akrar. Akrarnir voru þaktir grasi. Á leiðinni fóru þeir fram hjá mörgum bændum. Bændurnir bjuggu fyrir utan veggi kastalans. Þeir ræktuðu mat handa íbúum konungsríkisins. Einn bændanna sá hópinn. Þeir voru nálægt akrinum hans. Hann hætti að vinna og talaði við þá. Góðan daginn, herra, sagði bóndinn við Lars. Góðan daginn, kallaði Lars tilbaka. Hvert ert þú að fara? Gæsalöpp. Ég er að fara í kastalan. Við þurfum að hitta konunginn. Gæsalöpp. Kona bóndans kom til hans. Hverjir eru þessir menn? Hvíslaði hún að manni sínum. Maður hennar svaraði ekki. Þá spurði bóndinn, hverjir eru þið? Ég sé að hestarnir ykkar bera farm. Gæsalöpp. Andur konungur sendi okkur.
Hann hefur falið okkur mikilvægt verkefni. Gæsalöpp. Bóndinn þagði. Síðan sagði hann, ég vona að ekkert slæmt hafi gerst. Hann leit áhyggjufullur á Lars. Nei, ekki hafa áhyggjur, svaraði Lars brosandi. Það er allt í góðu lagi. Gæsalöpp. Jæja. Góða ferð, sagði bóndinn. Hann fór aftur að vinna. Hópurinn gekk áfram yfir akrana. Alfreð sneri sér að ritaranum. Þau virtust vera hrædd, sagði hann. Það voru þau. Gæsalöpp. En af hverju? Gæsalöpp. Vegna þess að það er leyndarmál. Aðeins fólkið í þessu konungsríki veit það. Og það vill gæta leyndarmálsins. Gæsalöpp. En hvað er það? Er það eitthvað hættulegt? Gæsalöpp. Lars svaraði ekki. Fljótlega komu mennirnir að stórri steinbrú. Hún var næri kastalanum. Þessi brú var einnig lík brúnni við kastala Andurs konungs. Það voru 2 varðmenn á brúnni. Annar þeirra kom til þeirra. Hann leit á Alfreð. Eru þið í þjónustu Andurs konungs? Gæsalöpp. Já, ég er fulltrúi konungsins, svaraði Alfreð. Síðan benti hann á Lars. Þessi ritari gæti okkar í ferðinni. Hinir varðmennirnir 2 eru með okkur. Gæsalöpp. Varðmaðurinn leit á vagninn. Svo spurði hann, er þetta gullið? Já, svaraði Lars. Þetta er gullið. Gæsalöpp. Allt í lagi, sagði varðmaður. Þið megið fara í gegn. Gæsalöpp. Alfreð horfir hissa á Lars. Lars virðist þekkja ríki Arturens konungs mjög vel, hugsar Alfreð. Varðmaðurinn gaf merki til að opna dyrnar. Annar varðmaður stóð við dyrnar meðan þeir fóru inn. Þeir gengu inn á markaðstorg kastalans. Þar var mikið af fólki. Margir þeirra voru markaðskaupmenn. Aðrir voru bændur. Hópurinn gekk yfir torgið. Allt í einu varð Alfreð undrandi á svipinn. Ég þekki þennan stað, sagði hann. Hann er líkur markaðstorginu í ríki Andurs konungs, sagði Lars. Já, hann er næstum því alveg eins. Gæsalöpp. Fyrir löngu síðan voru konungsríkin 2 samtengt, útskýrði Lars. Þess vegna eru þau svona lík. En þetta var fyrir bardagan mikla. Núna eru engin samskipti á milli þeirra. Íbúum konungsríkjana 2 kemur alls ekki vel saman. 66. Hestarnir og vagnin nálguðust kastaladirnar. Kastalinn sjálfur var einnig mjög líkur kastala Andurs konungs. Reyndar var hann alveg eins í laginu. Hinir varðmennirnir fóru til að afferma gullið. Lars og Alfreð fóru að hitta Arturen konung. Þeir fóru inn í sal konungsins. Arturen konungur hrópaði, velkomnir í konungsríkið mitt. Gæsalöpp. Góðan daginn, yðar hátign, svaraði Lars. Lars, þetta ert virkilega þú. Ég er svo ánægður að sjá þig. Gæsalöpp. Ég er ánægður að sjá þig líka, yðar hátign. Gæsalöpp. Alfreð skildi ekki neitt í þessu. Hvernig þekktu þeir Lars og konungurinn hvor annan? Ert þú komin með gullið, Lars? Gæsalöpp. Já, þú átt það. Gæsalöpp. Ágætt. Við getum þá hafist handa við áætlunina. Gæsalöpp. Alfreð virtist hissa. Hvaða áætlun er það? Hugsaði hann. Lars tók fram styrkleika töfradrykkina. Hann hafði komið með þá með sér frá ríki Andurs konungs. Hann gaf Arturen konungi þá. Arturen mældi skammtana varlega. Hvað er að vera? Spurði Alfreð. Lars og Arturen horfðu hvor á annan. Svo sagði Lars. Ég verð að segja þér svolítið, Alfreð, byrjaði hann. Alfreð tók nokkur skref aftur á bak. Hann var hræddur. Hvernig þekktust Lars og konungurinn? Af hverju keypti Lars þessa töfradrykki? Arturen konungur var með töfravatn. Hann gæti búið þá til sjálfur. Lars gekk til hans. Alfreð, byrjaði hann aftur. Töfravatnið kláraðist í þessu konungsríki fyrir löngu síðan. Gæsalöpp. Hvað þá? Veit Andur konungur þetta? Gæsalöpp. Nei, hann veit þetta ekki. Gæsalöpp. En þá verðum við að segja honum frá því. Lars horfði bara á Alfreð. Alfreð varð tortrygginn. Af hverju gafst þú þessum konungi? Styrkleikadrykkina. Þetta er gjörð á móti Andur konungi. Gæsalöpp. Þetta eru einhverjir síðustu töfradrykkirnir fyrir styrkleika. Það er ekkert töfravatn eftir. Skilur þú? Gæsalöpp. Alfreð kinkaði kolli. Lars hélt áfram. Við gætum hugsanlega búið til meira töfravatn. Við,
Ætlum að nota þessa drykki í staðinn fyrir upprunalegt vatn. Síðan bætti Lars við höfum alltaf notað upprunalegt vatn. En kannski tekst þetta. Vonum við. Gæsalöpp. Alfreð var reiður. Við höfum borgað gullið fyrir ekkert. Þú sveikst mig, Lars. Hrópaði hann. Þú sveikst Andur konung. Gæsalöpp. Já, ég laug. En ég gerði það til þess að halda friðinn, sagði Lars. Ég vil ekkert blóð á höndum mínum. Hann horfði á Alfreð og vonaði að hann skildi sig. Hvernig á þetta að halda friðinn? Leyndarmálið að það ekkert töfravatn eftir. Enginn veit það núna. En fólk á fljótlega eftir að komast að því. Þá kemst Andur konungur að því að þú stalst gullinu. Gæsalöpp. Lars hætti að brosa. Alfreð, Andur konungur má ekki komast að því að töfravatnið kláraðist. Afleiðingin yrði stríð. Friðurinn yrði rofinn. Andur konungur myndi ráðast á Arthúren. Gæsalöpp. Svo þið ætlið að búa til töfravatn handa Andur úr töfradrykkjunum? Spurði Alfreð. Já. Til þess eins að halda friðinn. Síðan bætti Lars við, ef við getum það. Gæsalöpp. Alfreð horfði aftur tortrygginn á Lars. Athugasemdin olli honum áhyggjum. Hvað meinarðu með, ef við getum það? Gæsalöpp. Lars horfði á Alfreð. Svo sagði hann og talaði hægt. Eins og ég sagði notum við yfirleitt upprunalegt töfravatn til að búa til nýtt töfravatn. Við blöndum saman töfravatni og venjulegu vatni. Venjulega vatnið breytist í töfravatn. Það ekkert hreint töfravatn eftir. Upprunalega vatnið kláraðist. Og, gæsalöpp. Nú, við ætlum að reyna. Gæsalöpp. Reyna hvað? Gæsalöpp. Við ætlum að reyna að búa til töfravatn úr þessum töfradrykkjum. Drykkirnir hafa töfravatn í þeim. Við ætlum að blanda töfradrykkjunum saman við venjulegt vatn. Kannski mun það breyta venjulega vatninu í töfravatn. Gæsalöpp. Kannski, hrópaði Alfreð. Og hvað ef það gerist ekki? Eins og þú sagðir, þá ekki til meira töfravatn. Gæsalöpp. Lars þagði. Eftir augnablik svaraði Arthúren konungur. Ef drykkirnir virka ekki, útskýrði hann, þá var bardaginn í hljóðlausa skóginum ekki sá síðasti. Það verður stríð. Gæsalöpp. Kafli 3 upprifjun. Samantekt. Lars og varðmennirnir koma í konungsríki Arthúrens konungs. Lars og konungurinn virðast þekkja hvor annan. Ritarinn gefur konunginum styrkleika töfradrykkina 2. Síðan segir Lars Alfreð stórt leyndarmál. Arthúren á ekkert töfravatn til að selja. Arthúren og Lars ætla að búa til meira töfravatn. Þeir ætla að nota töfradrykkina. Arthúren segir að það verði stríð ef þeim tekst ekki að búa til meira töfravatn. Orðaforði. Kurr. Hægri svigi. Félt. Jóndi. Hægri svigi. Farmer. Víslatof hisper. Hrættur. Ati. Hægri svigi. Afrætt friðten eða einn jónusta. Hægri svigi. Servíse. Uttrúi. Hægri svigi. Representative. Jæta to protect to keep somebody sap alveg eins exactly the same. Identical samtengdur. Ati. Hægri svigi. Jóing séunegt eð samskipti. Pjell. Hægri svigi. Séundagt relations. Koma ekki vel saman tónotgeton, tónotlíkea góter. Læginu ins habor strustur. Rðar hátig nýjur mægi. Hefjast handa tóket startið, tóket dóntó. Í eitlun. Hægri svigi. Plan, projekt. Varlega. Hægri svigi. Karefugli, vitka. Hvað að vera? What is happening? Minna en lárast toppe useðu, toppe finniseð. Áðast á tó aftók. Skilningsspurningar. Veljið aðeins eitt svar við hverri spurningu. 11. Fyrsta manneskjan í konungsríkinu til að tala við Lars og hópin. A. Konungurinn. B. Varðmaður. C. Bóndi. D. Kona bóndans. 12. Markaðstorkið í konungsríki Arthúrens. A. Alls ekki líkt markaðstorkinu í ríki Andurs konungs. B. Líkt markaðstorkinu í ríki Andurs konungs. C. Lokað. D. Með töfrauppsprettu. 13. Lars og Arthúren konungur. A. Berjast. B. Þekkja ekki hvor annan. C. Þekkja hvor annan. D.
Vinna fyrir Andur konung. 14. Lars gefur Arthurinn. Vopn. B. 1 styrkleika töfradrykk C. 2 styrkleika töfradrykki D. Töfra uppsprettu 15. Leyndarmál konungsríkis Arthurens er að A. Konungsríkið á ekkert töfravatn B. Andur konungur ætlar að ráðast á Arthuren C. Lars er Arthuren konungur D. Gullið er ekki ekta gull.